Nú er klukkan 8. Spurning hvort við höldum okkur bara við þá tímasetningu eða gefum við svona 2-3 mínútur. Það er nú oft svona 2-3 mínútur sem að tekur fólk að koma sér inn. Þannig við skulum kannski aðeins yngra. Ég er að hugsa að byrja bara þennan fund og bara býða ykkur gott kvöld og takk fyrir að mæta á þennan fund. Við ákváðum að halda þennan íbúafund í samstarfi sveitarfélaga og Rarik út af lagningu hitaveitu og þetta bara svona fundur sem er ætlaður til upplýsingagjafar, vita hvar verkefni hitaveitunar statt, þar sé að framkvæmda stigið og svona svara helstu spurningum sem að hvíla á fólki nú þegar þetta er svona nálgast og er komið nær loka punkti þá vakna enn fleiri spurningar. Þannig að Kristín ætlar að vera með smá tölu og fara yfir stöðuna á verkefninu. Kristín Jakobsson sem er verkefnastjóri á Rarik og hefur borið hitann og þungan af þessu verkefni. Og ég ætla að reyna að vera fundarstjóri. Varðandi praktísku atriðin þá er ágætt að hafa slökkt á myndavélinni og vera með slökkt á hljóðinu á meðan að aðrir að tjá sig. Það verður síðan opnað fyrir spurningar á eftir og þá er ágætt að notast við spjallgluggann hér og það eru líka spurningar inn á Slido og inn á auglýsinguna er lykilorðið þangað inn og það eru konar nokkur 17 spurningar síðast þegar ég kíkti. Og ef að fólki finnst erfitt að koma með spurningar annarkvort hérna í gegnum Teams eða á Slido þá má líka senda mér beint tölvupóst matthildur@hornafjörður.is. Við lesum þær þá á eftir. En annars þá ætla ég bara að gefa honum Kristni orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér á þennan fjarfund. Ég ætla nú bara að vilda mér hérna í stuttakynningu og reyna svona að svara flestum þeir spurningum sem að allavega ég hef fundið fyrir. Stutt svona að hlaupa yfir stöðuna eins og hún er núna. 18. desember síðastliðinn þá kláruðum við að tengja hitaveitukerfið í Hofffelli við gömlu fjarvarmaveituna á Höfn og við það þá með því að snúa 2 lokum eða svo og ýta á 2 takka þá hætti Höfn að vera rafkynnt og fór að styðjast við hefðbundna hitaveitu. Þetta er kannski svo flesti vita verkefni með langan aðdraganda. Það er búið að leita þarna að heitu vatni meira og minna síðastliðin 30 ár en svona síðastliðin 5 hefur verið töluverður vindur í þessu eftir að honum var ljóst að þarna væri nægjanlegur jarðhiti til þess að annað minnsta kosti þeirra eftirspurn sem er á Höfn í dag og jafnvel einhverju stækkun. Þetta hefur verið mjög kostnaðarsamt verkefni. Kostnaðurinn þegar upp í staðið verður tæpir 3 milljarðar. Það er fyrst og fremst í borun og virkjun á þessum hólum og svo náttúrulega lagningu þessar stofnaðar frá Hoffelli og niður á Höfn. Þetta er samt að okkar mati hagkvæm hitaveita inn í framtíðina þannig að við væntum þess að það verði til þess ekki verði neina meira á það verðskar breytingar. Staðan í dag er þannig að við erum að vinna við að stækka einabæjarkerfið og erum að leggja götustofna í þetta gamla rafkynta hverfi. Þetta eru fyrst og fremst Silfurbraut og
Vesturbraut og göturnar þar út frá sem ræðir. En á samaskapi erum við að tengja nokkur hús sem að voru rafkynnt en stóðu við eldra dreifikerfi. Og það eru hús sem að tæknilega séð hefðu alltaf getað tengst reitunni en það kannski var engin rekstrargrundvöllur fyrir því. Það sem þessi tenging felur í sér náttúrulega það að við leggjum heimæð gegnum plögur og stéttar og garða og fólki og inn í hús og skiljum þar við eins og við á höfn grind sambærilega þessari sem að inniheldur lögnin, síu, mæli, loka og svo lögn út. Þetta raun og veru það eina sem er eign veitunar heima á fólki. Það sem tekur þarna við eru svo grindurnar sem að fólk hefur ýmist verið að kaupa í gegnum sveitarfélagið eða sjálft. Það er mjög mikilvægt að átta sig á því að það verða þarna ákveðin ábyrgðarskil, það er að segja Rarik ber ábyrgð á lögninu og öllu búnaði sem er fyrir framan þessa punkta. Húsegandi sjálfur ber ábyrgð á viðhaldi og eftirliti á öllu sem þarna kemur á eftir. Aðeins hérna nýju mælana við fórum samhliða þessum breytingum öllum í því að skipta hitaveitu mæla, sölumæla. Og við settum upp þessu svokölluðu snjallmæla. Þessi snjallmæla þeir sem sagt í raun og veru geta talað við rafmagnsmælana í húsunum og sendt álestur inn sjálfkrafa. Þetta hefur í för með þessi töluverða breytingar á því sem áður var. Fyrsta sem að fólk finnir fyrir það þarf ekki lengur að lesa. En annað sem gerist er það að við þurfum að rukka í raun og veru samkvæmt raunnotkun. Við hættum að vinna í ársmeðaltölum og áætlunum og rukkum bara 1. febrúar orkuna sem var notuð í janúar til dæmis. Og þetta er svolítið stórt atriði því að þetta gerir það verkum að hittunarkostnaðurinn verður sveiflukenndari. Hann mun sveiflast í takt við bara hitastig og árstíð. Þannig að hann verður hærri á veturnar, hæstur náttúrulega í kringu jól og janúar og febrúar, en lækkar svo maí, júní, júlí, ágúst. Það sem þessi mælar gerast, þeir mæla í raun og veru vatnsmagnið sem kemur inn til fólks. Þeir mæla hitastig á framrás og bakrás og út frá þessum þremur breytum þá reiknaður út orku ígildi sem fer í hitun á húsinu eða húsnæðinu. Og það sem að við rukkum er í raun og veru orkan sem að er í vatninu frá inntakshitastigi og niður í 30 gráður í bakráshita. Í eldra fyrirkomulagi, það sem var í fjarvarmaveitunni, þá náttúrulega fastagjaldur rukkuð en það er óbreytt, en þá var rukkað annars vegar orkugjald og hins vegar rúmmetragjald. En þá var raunveru bakrása hitastigi þessu óviðkomandi. Þetta er auðvitað mjög mikilvægt atriði að átta sig á því að þegar ég lóknaði fram með mér. Stutt yfir verðskrárbreytinguna sjálfa og textan. Þess að vaskgjaldið per rúmmetra á nýttu vatni var 107,2 aurar. Síðan bættist ofan að það 7,80 krónur á hverja kílóvastund og fyrir þá sem áttu rétt á því þá greiddi ríkið niður 4,84 krónur fyrir hverja kílóvastund sem var nýtt. Þessu var breytt í raun og veru áramótin þegar nýja hitaveitan tók til starfa og það var fallið frá þessu vaskgjaldi. Niðurgreiðslurnar hverfa alveg, það er ekki til staðar lengur og orkugjaldið var stillt í 5,61 krónur. Það sem ég var að segja áðan varðandi inn hitastig og út hitastig að ef við ímyndum okkur 1 rúmmetra af heitu vatni hann inniheldur ákveðið magn orku og sú orka er algjörlega háð hitastiginu en það er náttúrulega sé að takmörk fyrir hversu mikið þeirra orku er hægt að draga út en það er náttúrulega gert með því að kæla vatnið í raun og veru. Notandi sem að fær 70 gráðu heitt vatn inn til sín getur eftir því hversu vel kerfið hjá hann er stillt, nýtt vatnið niður í og niður fyrir 30 gráður. En við hins vegar bara rukkum fyrir orkuna frá innhita og niður í 30 gráður. Ég maður betur inn á þetta eftir. En þetta þýðir það að við erum við sjálfsög búin að búa til sanngjarnara kerfi. Það er að segja hitastig inn til fólks er ekki eitthvað sem er í þessu valdi að stýra.
Það algjörlega háð staðsetningu og hönnunarkerfinu og hitastiginu á vatninu. Með því að taka þetta fyrirkomulag upp, þá þýðir þetta það að þeir sem fá til 70 gráðu heitt vatnið, þeir greiða jafn mikið fyrir upphitun eins og þeir sem fá 65 gráðu heitt vatnið. Það bara krónu fyrir krónu því að við reiknum út og rukkum fyrir kílóstundum. Það í huga að það miðar samt við það að vatnið fari út 30 gráðu heitt. Það sem eins og það gerist ef að vatnið fer út ýmist heitara eða kaldara, þá mun það sjást í ýmist hækkun eða lækkun á reikningi. Og þetta einfaldlega gert til þess að við viljum byggja en fjárhagslega hvata til þess að fólk nýti orkuna sem best. Og sjá þarna dæmi 3 heimili sem að fá vatnið 70 gráðu heitt inn. Þetta eru heimili sem eru öll uppstór með mikið af fólki. Þau nota öll 25 kílóstundir á ári til að heitu vatni. Aðili sem er á 30 gráðunum sem við miðum við, hann greiðir 11.688 krónur á mánuði að meðaltali. Aðili sem að nýtir vatni betur og skila frá sér 20 gráðu heitu vatni, hann í raun og veru greiðir 9.350 krónur. Aðili hins vegar, og þið sjáu það ákveðin stigsmunur á aðili sem að nýtir vatni illa og skila frá sér 40 gráðu heitu vatni, hann farin að greiða 15.583 krónur. Og þetta eru aðilar raun og veru sem búa við sambærilegar aðstæður, sambærilegt hitastig. Það engin munur annar heldur sá að annar er með vel stilt kerfi sem að bara funkar vel og annar kannski með kerfi sem að er ekki afgott. Aðeins að þessum niðurgreiðslustyrkjum. Þeir sem að voru áður á niðurgreiddri rafhitun eiga kost á því farið þeir yfir á hitaveitu að fá styrk sem að nemur alltaf því 12 ára niðurgreiðslu á því rafmagni sem að þau hefðu notað eða því rafmagni sem þau myndu nota næstu 12 árin miðað við meðaltalsnotkun 5 ár þar á undan. Þessi styrkur er raun og veru greiddur til veitunar sem til að niðurgreiða stofnkostnað. Veitan getur síðan eftir atvikum skipt þessu á milli húseiganda og veitunar í hlutföllunum 35 á móti 65 og í raun og veru allt þar á milli. Í þessu tilfelli hefur verið ákveðið, eins og ég sagði áðan, í tiltölulega dýrri veitu, að skiptingi verði 65-35. Það er að segja hitaveitan fái 65%, húseigandi 35%. Síðan er talað í þessum sömu lögum á öðrum stað að möguleiki sé á alltaf 16 ára niðurgreiðslu að uppfylltum ákveðum skilyrðum. Þetta er meginreglan, hitt er undantekning. Og við teljum okkur uppfylla þau skilyrði og höfum sótt fyrir þá sem að þegar hafa stengst 16 ára niðurgreiðslu. Sú umsókn liggur inni á ráðuneytinu og það verður tekin afstæða til hennar reiknaði á næstu viku. Þeir aðilar sem að hafa kannski áhugaði að tengjast veitunni verða að hafa það í huga að það er ekki endilega fjárhagslegur sparnaður fólginn í því að fara af rafkynningu og yfir að hitaveitu. Það er lífsgæðamunur vissulega en ekki endilega fjárhagslegur sparnaður. Ástæðan fyrir því er fyrst og fremst sú að það kemur til viðbótar árgjald fyrir hitaveituna. Þeir sem eru á rafkynningu greiða nú þegar árgjald fyrir rafmagnið og þurfa þess ekki að greiða annað. Og þar að ekki er verðskráin á hitaveitunni þannig stillt að hún er 93% niðurgreiddur rafmagni. Þannig að þeir sem að nota lítið, þeir geta til dæmis lent í því að þeirra mánaðarlega reikningur muni hækka frá því sem áður var. Svo sjáum við að þetta náttúrulega skánar aðeins eftir því sem fólk nota meira. Og þannig erum við með dæmi 3 notendur á höfn. Þetta eru raundæmi tekin frá árinu 2018. Notandi sem notar tiltölulega lítið, 15 kílóstundir á ári, sér hækkun á reikningum sínum. Notandi sem í kringu 21 kílóstundir að öllu öðru eðlilegu ætti að vera nokkurn veginn á pari
En strax þegar þú komin upp fyrir það og tala ekki stórnotendur sem eru konur yfir 30.000 og upp undir 40.000 kílóvattstundir, þeir eru farnir að sjá ávinning. Og þið sjáuðu líka að áætlaður styrkur náttúrulega breytist í takt við meðaltalsnotkun. Þetta er í raun og veru sú upphæð sem fellur í hluta íbúans. Þetta er þá 35% heildarstyrknum. Þetta var í sjálfu sér kynningin. Við tókum saman hérna fyrir nokkur síðan og við erum með heimasíðunni hjá okkur, spurningar og svör að taka á þessum helstu málum. Og ég ætla nú svona að hlaupa hratt yfir þetta. Þetta svara nú flestu því sem að fólk er að spyrja um. Við erum svo uppfara þetta eftir því sem að það koma fleiri spurningar. En þetta á jafnvel við í dag eins og þeirra þetta var skrifað. Spurningin: verða lagðar stofnlagnir ef íbúar taka ekki inn hitaveitur, til dæmis við heila götu? Svarið við því er að við erum að leggja stofna í allar götur. Þannig að þegar að þessu verki lýkur núna í haust, þá munu allir íbúar á Höfn í Hornafirði eiga kost á því að tengja sveitinni. Verður dýrara fyrir íbúa að tengjast veitunni síðar? Svarið við því er afdráttarlaust já. Við erum náttúrulega með töluðu hagræði fólki í því að taka þetta í einni stóri framkvæmd. Við erum að vinna í grónum götum og grónum hverfum. Taka upp steyptarstéttar, hellulega stéttar, malbikaða götur. Við í sjálfu sér erum að rukka langt undir raunkostnaði. Við vitum náttúrulega ekkert hvað mun gerast í framtíðinni, en ég tel það nokkuð ljóst að það verður aldrei hagstæðara fyrir fólk að tengjast heldur núna. Hvað þessi kostnaður mun hækka mikið, það er í sjálfu sér ómögulegt að segja og fer svolítið eftir því bara hvenær fólk er að hugsa að tengjast. En það er ljóst að þetta gjald allavega sem er 390.000 pluss virðisaukaskatt, að það er lægsta gjald sem að mun nokkuð tíma bjóðast. Spurningin hvort sé að ræða einfalt eða tvöfalt dreifikerfi. Innan bæjar á Höfn, í póstnúmeri 780, ekki endilega alveg rétt því að þegar við erum komin aðeins út fyrir bæinn þar sem ekki dreifikerfi er, þá erum við líka með einfalt kerfi. En allt sem að getur heitið þéttbýli á Höfn er með tvöfalt kerfi. Það sem við höfum lagt í Nesjum, hvort sem það er í Nesjahverfi eða annar staðar í Nesjum, þá höfum við lagt einfalt kerfi. Við bendum á það að þeir sem eru með einfalt kerfi þurfa sjálfur að gera ráðstafanir til þess að koma afrennsli hitaveitunar frá húsunum sín. Hvernig það er gert er náttúrulega mismunandi á hverjum einum, en það hefur verið skýrt allavega af hálfu sveitarfélagsins að það er ekki heimilt að setja hitaveituvatn í skolplagnir. Spurt var hvort að það væri varmaskiptir í stöðvarhúsinu hjá Rarik fyrir gamla kerfið eða hvort að fólk þyrfti varmaskipta. Við höfum alltaf og höldum áfram að gera kröfu varmaskipta á neysluvatn í þéttbýlinu á Höfn, það sem er tvöfalt kerfi. Það er náttúrulega gert vegna þess að við erum að safna vatninu saman og þurfum að fá það tilbaka. Við höfum ekki gert þessa kröfu í dreifbýlinu. Sjálfsögðu mælum við með því, það er ákveðið öryggi fólki í því að vera með varmaskipti. Og samanskapi þeir sem eru í þéttbýlinu og að taka inn á ofnana hjá sér, þeir þurfi ekki varmaskipti en samt sem þá mæli ég með því. Það er öruggara ef það koma gata á lagnir innan hús, þá minnskosti lekur aldrei meira heldur en sem er á kerfinu. Komi gata á ofnalagnir sem ekki er með varmaskipti, þá er öll veitan undir og það er ekkert sem stoppar en að leka fyrir einhver verið var við það. En þetta er náttúrulega eins og þetta er val hvers og eins, við höfum ekki gert þessa kröfu og ég sé ekki fram að hún verið gert. Hvort að íbúar hafi kostaði að taka eintakið en bíða með framkvæmdir og þá bíða með að tengja hitaveitur. Það Rarik snertir, þá hefur fólk alfarið kost á því að taka inn hitaveituna og tengjast þegar að því hentar. Við gerum náttúrulega enga kröfu það að fólk sé yfir höfuð að nota vatnið þó að það sé komin lögnin. Það er bara undir hverjum einum komið. Eins og það þarf að hafa í huga að ríkið greiðir ekki út styrkinn fyrir að búið er að hleypa á. Og þeir hafa gefið út að þeir hafi þá viðmiðunarreglu að íbúar hafi 9 mánuði til framkvæmda
áður en vatnið hleypt á og þá munu þeir taka fólki í niðurgreiðslurnar. Ég er formulega óskað eftir því að þessi frestur verði lengdur í 36 mánuði. Ég hef ekki mikið svar en mér skilst að það liggi til skoðunar á ráðuneytinu og þegar við fáum svar við því þá munum við bara birta það. Að samaskapi þá má spyrja sig í litlu bæjarfélagi sem náttúrulega hefur takmarkað aðgengi að iðnaðarmönnum hvort að þeim sé stætt á að fylgja þess eftir, það bara þekki ég ekki. Það annar vinkill í þessu og hann sá að lögin og reglugerðin segja að til þess að hægt sé að taka fólk að niðurgreiðslu þá þurfi það sannarlega að vera hagstæðara. Og það þá reiknað miðað við notkun síðastliðin ár til næstu 10 ára að fráteknu gjaldinu til þess að taka inn heimaðina. Þeir taka ekki með í reikningin kostnað við breytingar innanhúss og kaup og tengigrind. Þetta í raun og veru eitthvað sem að Orkusetur þarf að svara fyrir hvern og einn ef þetta eitthvað sem einhver hefur áhugaði að fara nánar út í. Þetta ekki á forræði Rariks og þetta ekki upplýsingar sem við höfum. Munu íbúar í dreifbýlinu í Nesjum sitja við sama borð og íbúar í þéttbýli varðandi kostnað við að tengja hitaveitunni. Vissulega gera þeir það. Það að segja við erum með 2 tengigjaldskrár. Við erum með þéttbýlisverðskrá og við erum með dreifbýlisverðskrá. Þær eru ólíkar að eðlismunni. Við gerum ráð fyrir alltaf 200 metra heimaðum í dreifbýli. Við gerum ráð fyrir sverari lögnum og við rukkum fyrir það 1200 krónur pluss vask og svo til viðbótar 500 krónur fyrir hvern metra umfram það. Í þéttbýli þá rukkum við 390.000 fyrir alltaf 50 metra og 500 krónur per metr fyrir hvern metr umfram það. Það sem að geta að Nesahverfið telst hjá okkur þarna sem þéttbýli. Það að segja þetta á ekki við, það að segja dýrari gjaldið á ekki við Nesahverfið sjálft. Hvaða hitastig verður á vatninu við eftirlit notanda? Þessu í sjálfu sér ómögulegt að svara. Hitastig við kynntistöðuna á milli 75 og 78 gráður eftir hálagi. Hvaða hitastig á einstökum notendum ræðst af fjarlægð viðkomandi frá ýmist stofnlögn eða kynntistöð og hversu mikið notandinn að nota. Í flestum tilfellum þá hitastig ásættanlegt en við höfum þann fyrirvara á að við afgreiðum ekki vatn nema þessi tryggt að það fari ekki niður fyrir 50 gráður. Þetta í sjálfum sér hugsanlegt vandamál á mjög löngum stökum heimaðum. Það að segja ef þú ert að tala bóndabæ í 4, 5, 600 metra fjarlægð frá stofnlögninni þá hætta á því að kólnun í lögnin og leiðinu verði það mikil að hitastig fari niður fyrir 50 gráður. Hvernig gjaldtökunni háttað miðast við það magn vatns sem við notaði eða munu aðrir þættir eins og hitastig hafa áhrif á verðið. Þetta kom við inn á áðan. Við erum að selja orku, við erum ekki að selja magn af vatni. Við seljum orkuna sem frá intensítastigi og niður í 30 gráður. Hvort íbúar munu geta notað afrennsli í heita vatnsins í heita potta eða snjóbræðslu án þess að heitavatnsreikningurinn hækki. Ef að þessi nýting á vatni sem komið undir 30 gráður, þá sú nýting endurgjaldslaus. Það þó að hafa það í huga að það sem tvöfalt kerfi, þá þarf að skila þessu vatni tilbaka með einum öðrum hætti. Og að sjálfsögðu að ekki heimilt að setja hitaveitu vatn í skólplöggum. Hvaða styrkir standa íbúum til boða til að lækka kostnað við að tengjast hitaveitunni? Þetta eins og við komum inn á áðan. Fólk sem hefur verið á niðurgreiddri rafhitun á kost á eingreiðslu sem nemur 35% af 12 ára notkun miðað við síðastliðin 5 ár.
hvert fólk getur leitað til að fá ráðgjöf varðandi stillingar á hitakjörum eða breytingar innan hús eða annað varðandi tengingar við hitaveituna. Það eru pípulætningameistarar og lagnahönnuðir sem geta ráðlagt fólki varðandi stillingar, hönnun og efnisval í hitakjörum. Það er til listi við slíka aðila hjá bæði félagi pípulætningameistara og Mannvirkjastofnun. Rarik er ekki í svona ráðgjöf. Við erum ekki með neina pípulætningameistara á okkar snæðurum. Við erum ekki í sjálfur sér að segja fólki hvernig það á að nota vatnið. Við seljum tengingar og við seljum orku. Þetta var öll kynningin. Það er spurning að við kannski eigum að opna Slido og svara spurningunum þar beint eða hvernig sástu það fyrir þér? Já, er það ekki bara ágætt sumt af þessu eru reyndar sömu spurningar? Já, vissulega. Á ég ekki bara að deila skjánum hjá mér? Slido. Ég finn hann. Sjá hvort það tekst núna. Er einhver brasi með það? Það er ekki bara að lesa upp það sem við höfum ekki svarað nú þegar, þú hefur ekki svarað nú þegar. Það spurt hérna, er vatni kaldara en það var í fjarvarmaveitunni? Já, það er það. Það er vissulega kaldara heldur en það var í fjarvarmaveitunni. Í fjarvarmaveitunni þá náttúrulega stiltum við bara hitastig og það er náttúrulega vatn sem var sendt út, kom tilbaka og var hitað upp aftur, þannig að þetta hafði ekki svo mikil áhrif. Hins vegar erum við núna bundin af hitastigi vatnsins þegar það kemur upp í jörðinni og við getum í sjálfu sér lítið haft áhrif á það. Viltu setja á Slido? Bryndís, ert þú að deila? Viltu velja Slido? Já. Svo spurt hvort að hitinn lagður í hús að þessu eða næsta ári er þá lagður meiri kostnaður þegar hitinn er tekin inn eftir 3 eða fleiri ár? Þeir sem að taka heimað núna og greiða fyrir hana munu ekki þurfa að greiða hærra gjald seinna meir. Ef ég skil þessu spurningu rétt. Það er að segja að við munum ekkert hækka gjaldi hjá þeim sem hafa sótt og tengst þó að þessi ekki byrjað að nota. Þið greiða tengigjaldi strax, eða ekki? Við rukkum tengigjaldið í raun og veru hjá þeim sem að eiga rétt á þessum styrk þegar styrkunum kemur. Við drögum hann frá og greiðum út eða rukkum mismunin ef einhver er. Okay. Það var svo sem geta þess varandi það að Rarik hefur tekið allavega ákvörðun það að sjá til þess að viðskiptavinurinn fái sinn hluta styrksins greiddan í öllum tilfellum. Það eru spurningamerki varðandi innistæður hjá Orkusetri, hversu mikið og hversu hratt við geta greitt þetta út. En við munum sjá til þess að það munum þá ekki lenda á viðskiptavinum til þess kemur. Þá er það Laufey Guðmundsdóttir sem að segir ef ég kaupi heimlögn á 1200.000 og síðar kemur annar notandi á lögnina, hvað greiðir hann þá? Hann greiðir líka 1200.000. Dóraskapin, ég verð að spyrja hvers vegna greiðir hann 1200.000? Það er bara tengigjaldi við veituna utan þéttbýlis. Það er 1200.000. Hins vegar þar sem að heildarlengd fer yfir 200 metra sem eru innifaldið þessum 1200 krónum, þá deilist sá kostnaður og eru ekki kostnaður, þá deilist sú lengd á milli þess að tveggja aðila sem tengjast. Þannig að 2 aðilar á einni lögn
geta fengið 400 metra lögn. Okay. Svo spurt eyrlagnirnar, tærast þær við að taka nýja hitaveituvatnið? Það gera það ekki við að taka nýja hitaveituvatnið. Eyrlagnir það tærast fyrst og fremst út af brennisteinsvetni í hitaveituvatni. Brennisteinsvetni getur komið í raun og veru með tvennum hætti. Það stundum því bætt við til þess að eyða súrefni sem að geti við í vatninu. Súrefni það eitthvað sem veldur tæringu á jarðlögnum, eða það kemur náttúrulega upp úr jörðinni. Í hvað varðar vatni úr Hoffelli þá hvorki að finna í því súrefni né brennisteinsvetni. Þannig að við höfum fengið þess sérfræði álit sem að segir að það sé ekki nein ástæða til þess að hafa sérstaklega áhyggjur af því að hitaveituvatnið muni tæra eyrlagnir. Svo eru hérna 3 spurningar sem ég tel nú að þessi búið að koma svar við. Hversu heitt á vatnið að vera inn og út, og spurningar affallið, og hægt að fá lagnirnar að húsinu án þess að tengja strax, og svaraði því áðan, var það ekki? Falla niðurgreiðslan niður ef við höldum áfram að kynda með rafmagni? Ég í sjálfu sér hef ekkert umboð þess að segja neitt það. Ég tel að svo sé ekki. Það Orkustofnun sem verður að svara því. En ég man þegar fundurinn var haldinn hér á Höfn allavega og lögin held ég segja það að ef að niðurgreiðslurnar eru, eða það fer eftir hversu hitaveitan lengi að borga sig. Ef það hagkvæmara fyrir fólk að vera tengt rafmagni heldur en hitaveitu þá heldur það áfram að fá niðurgreiðslur. Eins og lögin standa í dag, já, þá skil ég það þannig. En eins og segi, þetta ekki, ég get engu lofað niðurgreiðslur. Svo komu hér nokkrar spurningar varðandi greinilega Nesjahverfið svolítið. Já. Það varðandi þess að nú komu menn frá Rarik hvert hús 2018 og seldu hitaveituna. Finnst ykkur þetta eðlileg viðbrögð að svíkja allt það sem skrifað var undir? Ég veit ekki alveg hvað nákvæmlega spurt. Nei, ég starfaði nú ekki hjá Rarik árið 2018, þannig að ég get nú ekki sagt frá fyrstu hendi hvað var sagt eða ekki sagt. En það sennilega eitthvað verið í að niðurgreiðslunum og að það sé ekki komnar nú þegar fyrir þá sem eru tengdir? Já, ef það það sem átt við þá má nú svo sem snúaði þannig að við náttúrulega hefðum getað beðið með að tengja fólk í Nesjahverfi þangað til að þetta lá allt saman fyrir, en við töldum okkur að vera að gera fólki ákveðin greiða með því að hleypa á það strax. Það tekur tíma að sækja þessar niðurgreiðslur, sérstaklega í ljósi þess að við erum að fara fram á 16 ára en ekki 12. Það jákvæða að þegar að það eru 6 aðilar í Nesjahverfinu sem hafa nú þegar tengst veitunni, það jákvæða að þegar að þetta mun liggja fyrir með þessa fyrstu 6, þá munu þeir sem þar á eftir koma ekki þurfa að bíða. Hverju öðru var lofað, þá veit ég svo sem ekki hvað átt við það. Svo spurt vexti á greiðsluna sem ekki enn búið að borga fólki þó einhverju séu tengdir. Samkvæmt pappirum átt að greiða leið og tengt var. Ég til að þú sést nú kannski búin að svara því. Já, ég get svo sem svarað því bara reynd út náttúrulega að Rarik mun ekki greiða neina vexti. Síðan spurt hérna hvað 5 ára tímabili nota fyrir eingreiðsluna 2013 til 18 eða 2016 til 2021. Forsendur útreikninga frá árinu 2018 eru brostnar og ekki markverðar. Það miðast við í raun og veru 5 ár sem að hægt að ná frá síðasta álestri. Þetta svo sem ekki. Já, það myndi það vera væntanlega í flestu tilfellum svona frá því í kringum áramótin 2021 og aftur. Hvað varðar að forsendur séu brostnar ekki markverðar,
þegar að tekin eru 5 ár, þá yfirleitt ekki mikil skekkja eða mikill munur. Hins vegar ef að fólk telur að svo sé, það er að segja telur að það hafi einhverjar aðstæður sem eru öðruvísi, þá hugsa ég að Orkustofnun myndi nú skoða hvert tilfelli sérstaklega. En enn og aftur eins og segi, þetta ekki að forræði Rariks og ég geti sjálfur sér ekkert sagt neitt það hvernig þetta á að vera. Síðan spurt fólki í Nesjum hefur alltaf borgað dreifbýlisgjald fyrir raforku og flutning, ekki óeðlilegt að við eigum að fá endurgreiðsluna sem þéttbýli og svo svara því að það er allir svo, þið sækjum allt fyrir dreifbýli eða 16 ára. Mér langar aðeins að koma inn á þetta það sem að ég les á þessu spurningu, það er náttúrulega munur á rafmagnstaxta eftir því hvort að það er í þéttbýli eða dreifbýli. Þannig að þeir sem að hafa verið á rafkynningu utan þéttbýlis munu fá hærri niðurgreiðslur, óháð því hvort að það sé til 12 eða 16 ára. Fólk í Nesjunum í raun og veru meðhöndlað sem dreifbýli þegar kemur að niðurgreiðslunum, en það er meðhöndlað sem þéttbýli þegar kemur að því að greiða, það er ekki fólk í Nesjahverfi meðhöndlað sem þéttbýli þegar kemur að því að greiða fyrir atvinnuveituna. Þannig að hið rétta eiginlega, þetta er eiginlega á hinn veginn, sko. Já. Við þurfum að borga vexti ef við greiðum ekki réttum tíma því að gera það sama. Meira ábending eða hvað. Já. Af hverju sendir Rarik ekki strax umsókn til Orkustofnunar fyrir hönd Nesjamanna? Þetta er nú spurning hvað er átt við með strax. Það var farið af stað í þessa vinnu leið og það lá fyrir hverjir það væru sem að undir tengjast og væri tengdir. Þetta hefur tekið náttúrulega bæði tíma og orku að setja þetta saman. Þetta er allt annað en einfalt. Þetta er nú bara eitthvað sem fór á stað þegar að þetta gat farið á stað og þetta er eitthvað sem tók þann tíma sem það tók og nú er þetta bara komið í ferli. Svo eru fleiri spurningar. Er í lagi að draga íbúa endalaust á asnaeyrunum og sjálfsagt að fólk skuldsetti sig fyrir breytingu sem þurftu og treystu á endurgreiðsluna en allt er svikið? Ég veit ekki. Þú hefur svo sem útskýrt það hvernig framkvæmdin sjálf dróst nú eitthvað í heildina séð. Framkvæmdin sjálf dróst vissulega og við höfum nú gert tilraunir til þess að bjóða út án árangurs. Við höfum þurft að semja sérstaklega við verktaka til þess að koma að þessu. Við höfum verið óheppnir með veðurfar og við höfum fengið okkur heimsfaraldur og það hafa verið ýmsar ástæður. Þetta í sjálfu sér eitthvað sem allir hafa fundið fyrir. Þetta hefur ekki verið sérstaklega beint gagnvart íbúum á Höfn í Nesjunum. En það jákvæða er að við erum búnir að leggja þessa lögn, við erum búnir að tengja Nesjahverfið, við erum að tengja Þéttbýli og Höfn. Þetta er á ágætisáætlun núna og við sjáum fram á því að þetta verkið muni klárast í haust. Það er aðeins spurt upplýsingaflæði og samskipti við íbúa í Nesjunum. Finnst ykkur það hafa verið ásættanlegt? Ég held að það sé nú kannski ekki allt og nægilega margir sem hafa vitað af þessari spurt og svarað síðu. Við höfum auðvitað sjálf reynt að kynna hana sveitarfélagið og Rarik líka. Já. Þar eru svona svör við mörgum spurningum. Sem þú last upp hér áðan? Já, ég held að svona stutta hreinskilna svarið við þessu er náttúrulega bara nei. Mér finnst upplýsingaflæðið ekki hafa verið ásættanlegt. Við fórum af stað í raun og veru í fyrra, byrjun mars, með að safna saman umsækjendum fyrir væntanlegt útboð. Það stóð til í beinu framhaldi af því að heimsækja hvern viðskiptavin sem sótti og meðal annars að sækja undirskrifaðar umsóknir og fara svona yfir þessu helstu mál.
Við höfum náttúrulega verið meir og minna í heimsóknarbanni síðan þá og höfum þurft að finna kreatífar leiðir til þess að koma þessum upplýsingum til fólks. Það hefur gengið misvel, það verður bara að segja þessu verð, það gengið misvel. Þetta er náttúrulega mjög breiður og fjölbreyttur hópur sem eru viðskiptavinir Rariks. Við náum eiginlega hvergi til allra í einu með góðum móti. Við höfum hins vegar náttúrulega haldið 2 íbúafundi og við höfum haldið úti þessari upplýsingarsíðu og við höfum reynt að koma þeim skilaboðum áleiðis. En vissulega hefði ég viljað að þetta hefði farið mjög betur. Það kannski næsta spurning er svo sama. Af hverju við erum ekki með fund í persónu? Það er bara einföld ástæða. Við búum við COVID-samkomu takmarkanir og þetta er leiðin sem við völdum að fara núna að halda þennan rafræna fund, sveitarfélagi og Rarik í samstarfi til þess að verða við óskum betri upplýsingar. Bara því miður ennþá 20 manna samkomutakmörk og á þessum fundi hér í dag eru 21 hér á Teams og það voru allavega 12 tíma á YouTube þannig að við höfum allavega brotið sóttvarnareglur ef við höfum haldið hann í persónu. Og mín reynsla nú bara að verða svo að halda svona rafræna fundi hefur nú bara gengið ótrúlega vel. En þetta er bara aðstæða sem við búum við í dag, það er bara þannig. Og eins ef ykkur finnst ekki hægt að setja nógu krefjandi spurningar hérna inn á þetta spjall, þá getið þið sendt mér tölvupóst. Já, og svona bara þannig að það hefði verið sagt og því svarað, nei, ég er ekki hræddur við að mæta nesjamunum. Ég nú mjög reglulega fyrir austan og á dagvinnutíma hægt að hringja á skrifstofu Rariks og óska eftir að fá að tala við mig. Þó nokkuð margir hafa nýtt sér það og ég hef nú rætt við mörg ykkar. Því miður þá, eins og Matthildur sagði, þá er ekki svo gott í dag að gera þetta andlit til andlits. Þannig að við verðum að reyna að finna aðrar leiðir. Laufey aftur að spyrja heimtögagjaldið og þetta sem varst að reyna að útskýra áðan með metrafjöldan. Já. Ef ég kaupi heimtög fyrir 1200.000, hvernig getið þið þá krafið fleiri um þetta gjald þegar ég er búin að kaupa taugina og hún skilur ekki alveg þessa útskýringu með 204 til 400 metra síðan á. Sko, þetta er náttúrulega kannski ákveðin misskilningur. Þú ert ekki að kaupa heimæðina. Þú átt ekki lögnina. Rarik á lögnina fram yfir mæli. Þú ert að kaupa aðgang að veitunni. Eitt aftur að fá þér að dónalega og segja þetta í orðum. Þetta er ekki dónaskapur, bara til að fá að halda þetta. Það má líka fá orði hérna á Teams, það er ekkert mál. Ég bara kann ekki að biðja það á Teams, við erum svo vonum að nota Zoom. Við verðum að nota Zoom. Sko ef ég er ein og við erum með 10 hús hérna og ég er ein sem kaupi heitaveituna eða tekana og ég borga 1200.000 og það er bara gott að blessa og Rarik eða hverju sem eru með þetta hafa efni á því, þá er það alveg gott að blessa, ég er ánægð með það. En hérna, og ég er alveg tilbúin að borga auðvitað að húsinu mínu frá endastöð og þess vegna skil ég ekki ef að þetta dugir, þessi 1200.000 kall til mín og enginn kemur aldrei seinna, af hverju þurfið þá að rukka hina þetta gjald? Af hverju er ekki hægt að taka þessar 1200.000 krónur og deila því niður á þessar hræður sem eru hér á torfinni? Mér finnst þetta hljómar í höfðinu á mér sem peningaplokk. Bara ég noti íslensk orðið, peningaplokk. Ef ég er ein, þá dugir 1200, en ef við erum 10, þá ætla ég að fá 10 sinni 1200. Sko, hið rétta er, sko, í þessu tilfelli að öllum líkindum, sko, þá dugir 1200 skallin ekki fyrir það eina. Eins og höfum við stillt gjaldið þannig að það sé ekki hærri en þetta fyrir því. Þetta er mjög dýr framkvæmt og það er mjög dýrt að tengja fólk. Einhvers staðar þurfum við að draga mörkin. Við erum að miklu leyti að rukka sko undirverð. Því er eðlilegt að allir sem tengjast veitunni greiði sanngjarnt gjald
fyrir að nota hana. Svo má náttúrulega deilu það hvað sanngjarnt, en það mun allir greiða það sama. Nema þegar að tengingarkostnaðurinn fer út fyrir eitthvað sem getur talist eðlilegt. Og þess vegna höfum við stilt þetta við 200 metra, annars vegar í dreifbýli og 50 metra í þéttbýli. Hins vegar, ég veit ekki hvort að það er það sem gott við, en ef að þú ert að kaupa þér tengingu heima að þínum bæ og þú átt 10 útihús sem þú vilt tengja í, þá er þið frjálst að gera það sjálf út frá þessari einu tengingu. Og það, ég veit mörg dæmi þess að aðilar þarna í sveitinni ætla sér að leggja sjálfir sínar eiginlagnir og dreifa innan bæjarins sjálfs. Við gerum enga sérstaka athugasemd við það er náttúrulega háð ákveðnum skilyrðum. Það er að segja að þér er ekki heimilt að selja vatnið áfram. Og samanskapið þá náttúrulega berum við ekki ábyrgð á þessum lögum. Þetta svarar nú öllum mínum spurningum varðandi þetta og bara kæra þakkir fyrir þetta. Þannig að möguleiki er núna að ég myndi taka þetta inn. Kæra þakkir. Ekki vandamáli. Til þess eru við hérna. Það er ein spurning hérna, af hverju er ekki fundið með RARIK og Orkustofnun í stað þess að benda á hvort annað? Við höfum náttúrulega haldið 2 slíka fundi með RARIK og Orkustofnun eða Orkusetri. Annars vegar í Nesjum og hins vegar á Höfn. Við mátum það svo að þessar spurningar væru fyrst og fremst tæknilegs eðlis, það var ekki ástæða til þess að hafa Orkustofnun með á þessum fundi. Vissulega getur bærinn ef það er áhuga fyrir því haldið fyrir okkar annan fund og ég skal glaður mæta á hann og eflaust er Orkustofnun til í að senda sem fulltrúa líka. En það eru svo sem ekkit fleiri, þetta eru meira svona ábendingar. Ein spurning þetta Nesjamenn sóttum þegar við fengum pappíra. Já, það er nú ákveðið misskilningur, sko. Mér langar nú aðeins að fara kannski hratt yfir það mál. Þegar þú segir Nesjamenn þá reikti ég með að þarna sé verið að tala um Nesjahverfið. Það var farið af stað í Nesjahverfið og óskaði eftir því að fá að leggja heim til allra því að það stóð til að fara í malbiksframkvæmdir þarna í göttunum og okkur lá svolítið á að koma dreifikerfinu í jörðina. Sá pappír sem fólk skrifaði undir þar var fyrst og fremst leyfi til RARIKs að framkvæma innanhússtjórn. Á þessum pappírum stendur að þetta sé ekki fjárhagslega bindandi fyrir viðskiptavin. Þetta er ekki umsókn sem slík. Þess vegna þarf að fylla át aðra undirskrifaða umsókn þegar að fólk vill síðan tengjast veitunni. Og þess má líka geta að við erum ekki að gera neina kröfu að íbúar Nesjahverfis tengist veitunni. Alls ekki. Við höfum hins vegar óskuðum eftir því á þessum tíma að lagnirnar fengju að koma inn og við höfum síðan óskað eftir því að fá að hafa á þeim mæli. Það eru ekki fleiri spurningar hérna allavega sem að ekki búið að svara nema einhver vilji fá orðið og spurja hérna bara í beinni, þá er það í boði sem ég sagði áðan. Það er náttúrulega slegist orðið, það má alveg byrja bara að tala strax. Varðandi hérna, sko, það er nokkur aðeins að taka þarna og svara þegar að það er nú búið að bjóða með þarna Zoom-fund, sýnist mér, með Nesjamönnum. Ég legg nú frekar til að þið bjóða mér á Þorrablóti. En svo að það sé sagt, sko, ég líti ekki á þennan fund sem við erum að halda núna sem íbúafund fyrir Höfn í Hornafirði. Ég líti á þetta sem íbúafund fyrir ykkur öll. Þannig að ég sé ekki ástæða til að taka sérstakann fund með Nesjamönnum. Ég tel að málefni Nesjahverfis sé ekkert öðruvísi heldur málefni Hafnar. Einmitt. Og það, ég fekk svo sem þessi ábendingu líka að íbúar í Nesjahverfi hefur gjarnan viljað fá sérfund en mér finnst allar spurningar og þau svör hafa komið fram sem að ég hef allavega verið spurðað á förnu vegi eða heyrt utan að mér. Og eins og Kristinn sagði þá er hann hér til viðtals eða
í símasambandi eftir því sem að þau krefur og ef ykkur vantar frekar upplýsingar og starfsmenn RARIK hér hafa nú líka verið boðnir og búnir svo sem að svara. En ef það ekki fleiri spurningar þá held ég að þetta sé bara að verða komið gott, eða hvað? Mér langar bara að þakka öllum þeim sem að gáfu sér tíma til að sitja þennan fund og hlusta og þér Kristín fyrir að svara þessum spurningum. Og Mín ánægður. við höldum bara áfram að reyna að vinna þetta í sameiningu. Það er kannski eitt sem að sveitafélagið kemur að og kom að á sínum tíma þegar þessi framkvæmda tími var að byrja þá bauð sveitafélagið upp á kaup á tengigrindum eða buðum upp á, hvað maður að segja, magnin kaup á tengigrindum sem íbúar gátu síðan keypt af sveitafélaginu. Þá fengum við verðtilboð mjög hagstætt upp á minni með rúmar 250.000 krónur fyrir utan virðisauka. Það möguleiki á að fara aftur í slík innkaup ef að nægilegur fjöldi fæst til. En það hafa ekki komið óskir það, ekki neitt magn allavega. Þá hefur húsasmiðjan boðið upp á það að kaupa ef það eru 30 kaupendur eða fleiri, en verðið þá töluvert hærra samt í dag eftir gengisbreytingar og fleira. Þannig að ef það einhver óskir slíkt, þá myndi ég bara gjarnan vilja fá þær til mín og þá hægt að senda á afgreiðsla@torfnafjörður.is þeir sem hafa áhuga á slíkum innkaupum. Við verðum við því, reynum að finna einhverja lausn á því. Annars bara þakka kærlega fyrir kvöldið og góðar spurningar. Takk sömuleiðis. Ef að Kristín langar á þorrablót þá verðum við matta að bjóðunum. Við héldum síðast þorrablótið í Nesi við matta. Ásamt gleðum. Takk fyrir þetta. Verið bless. Takk.